Menning og listir næst á dagskrá og afmæli og alls konar barasta. Til mín eru komnir heiðursmenn tveir, Sindri Geir Óskarsson og Hlynur Halls. Verið hjartanlega velkomnir. Takk fyrir. Hjartans takkir. Heyrði, það stendur mikið til helginni hjá ykkur tveimur. Já, algjörlega. Alltaf nóg að vera, sko. Við erum að opna 3 nýjar sýningar í listasafninu. Akkurat. Og þær bætast við 5 aðrar sýningar sem eru í safninu. Eiginlega 6 sem við erum með frábæra sýningu með börnum líka sem voru að búa til fugla. Þannig að já, það verða sem sagt þá 9 sýningar í safninu þegar þessar 3 eru búin að bætast við. Og þetta eru ólíkar sýningar. Þetta er sem sagt Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá. Já. Hún var valin heiðurslistamaður myndlistarráðs í fyrra og okkur þótti tilefni til að setja upp þá sýningu með henni. Akkurat. Og þetta eru bæði svona nýleg verk og einhver og þetta eldri líka. Já. Nokkur svona yfirlitssýning. Já, svona lítil yfirlitssýning, akkurat. Já. Og svo erum við með sýningu frá Listasafni Háskóla Íslands, abstrakt geometría, sem er svona, já, bara mjög spennandi sýning. Og síðan er það Solander 250. Það er sýning sem er í samvinnu við sænska sendiráðið. Já. Og Solander var sem sagt landkönnuður og náttúrufræðingur og kom hingað til lands fyrir 250 árum síðan. Aha. Og út frá því er gerð sýning sem sagt með 10 íslenskum grafíklistamönnum og 10 nýsjálenskum grafíklistamönnum. Tengsli þau þá að þessi landkönnuður fór? Já, hann fór líka til Eyjaálfu og teiknaði þar plöntur og skoðaði og vann úr því. Og síðan eru sem sagt listamenn að túlka þessa ferð, eða ferðir hans. Akkurat. Og hann var sænskur? Hann var svíi. Daniel Solander? Já, það ekki bara. Já, víst. En hann ég var aðeins að lesa, sko, ég sé að hann skoðaði líka alveg landið, hann var ekki að príla upp á fjöll? Jú, hann fór upp á Heklu og skoðaði Gullfoss og Geysi og svo framvegis. Og þetta er sýning sem er að fara á nokkra staði á landinu, byrjaði í Hafnarborg í Hafnarfirði vegna þess að hann sem sagt, skipið kom að bryggju þar. Já. Og síðan var hún í Vestmannaeyjum og eftir hún er búin að vera hjá okkur, þá fer hún til Egilsstaða, í Sláturhúsið á Egilsstöðum. Þannig að þetta er sýning sem er á ferðinni líka. Þetta er sem sagt raunverulega landkunnuða sýning. Hún ferðast á milli staða. Já, heldur betur. Mjög í anda Solanders, sem er hársbryttfaraður Solander. Þetta er þarna svo mikið, ég verð að segja. Já, nálægt. En og Sindri minn, þú átt afmæli. Já, Glerárkirkja er að fagna 30 ára vígsluafmæli núna á sunnudaginn sem sagt. Akkurat, og þú ert sóknarprestur þar? Ég er sóknarprestur þar og við svona erum að gera svolítið úr þessari helgi. Við opnum listasýningu í dag. Já. Og það eru sem sagt allir þeir sem koma í Skógarlund, miðstöð virkni og hæfingar. Já. Þau sköpuðu verkin og þetta eru málverk og þetta eru skúlptúrar og það er eiginlega bara svolítið flott að sjá bara fjölbreytnina í þessu. Já. Og það var svolítið húllum hæ þegar við opnuðum þessa sýningu. En svo ætlum við að vera með málþing á morgun og afmælistónleika á sunnudaginn og hátíðarmessu, þannig að við erum svona bara að reyna að lyfta því svolítið upp að þessi kirkja sem er búin að fylgja samfélaginu hérna í 30 ár. Reyndar aðeins lengur en 30 ár síðan hún var fullkláruð og tekin svona formlega í notkun. Já. En við hvað miðast á þessi helgi, þessum 30 árin, er það bara það er bara þegar stóra kirkjuskipið var vígt, sko. Já, það var 87 sem að suðurendin var tekin í notkun. Já. Og svo vilja einhverjur horfa lengra aftur að það var verið að messa í Glerárskóla og eitthvað svoleiðis frá 82. En við ætlum að halda okkur bara við það að fullkláruð það sé afmælisdagsetningin, sko. Já, það þarf að velja fókuspunkt. Algjörlega. Mér finnst mjög spennandi með þessi lending, eins og nú veit ég alveg það er dálítið af listamönnum, sko, sem tilheyra ykkar sókn og eru þarna í ykkar nágrenni. Mér finnst það frábær lending á listafólki sem er leitið til með. Já, sko, það er svo sem líka, það er fólk sem að sækja Skógarlund sem að er þáttakendur í starfinu hjá okkur og við svona hugsaum að þetta væri bara svolítið skemmtilegt að tegja okkur í þessa átt. Þegar ég skoða svona dagskrána frá 25 ára og 20 ára og 15 ára afmælinu, þá er alltaf listasýning. Þetta hefur bara fyllt þessum afmælisfögnuði hjá kirkjunni. En þetta er kannski
má maður segja, alþýðulegri list heldur en kannski hefur oft verið, sko. Já, mér finnst það svona bara svolítið flott lending hjá þeim sem voru skipuleggja þetta. Mjög mikilvægt. Já. Og málþing, afmælistónleikar, hverjir hvað að tala? Málþingið hérna, þetta mjög mikið klísi, þetta kirkja á krossgötum, bara staða og framtíð þjóðkirkjunnar. Hvar í veröldinni erum við og hvað stefnum við? Þetta enda, sko, ég svo spenntur fyrir panelinum. Svo sem líka fólkinu sem ætlar að tala, það hérna Sigríður Guðmarsdóttir, hún var prestur Ólafsfirði, prófessor við HÍ. Hjalti Hugason, prófessor í guðfræði, Helga Bragadóttir prestur, svona þau eins að tala bara stöðu kirkjunnar og framtíðarsýn og svo erum við með Anna Kristínu Helgu Sjött sem stjórn siðmenntar. Hún í panel og Sigurður Kristinsson prófessor og heimspekingur og nú á fólk eftir að reitt, sko, ég muni ekki alls nöfnin. Þetta var hættan við það þegar maður verður að taka upp. Sko. Það verður alltaf einhver út undan. Það organisti og djáknanemi og líffræðingur, Billa. Já, veistu það. Ég held að þetta verði gott samtal og það kannski það sem ég spenntur fyrir. Maður veit það þegar maður auglýsir málþing að það koma kannski einhverju sem ert að telja á báðum höndum, sko. En fyrir mig og okkur sem erum svolítið að hrærast þarna í þessu bara, hvert þetta fyrirbæri þjóðkirkjunnar stefna, gaman að fá svolítið breiðan hóp til að fabúlera með það saman. Nákvæmlega. Og svo afmælistónleikar. Þá erum við að teygja okkur svolítið bara í það hver hafa svona verið að syngja og vera með músík í kirkjunni hjá okkur undanfarin ár. Þannig að þarna verður til dæmis Margrét Árnadóttir söngkona að syngja með kórnum okkar. Krossbandið hérna að taka þátt í þessum tónleikum. Snorri Guð og Kó. Og svo þetta barna- og æskulýskórinn og það trekkir alltaf þegar krakkarnir eru að syngja með, sko. Þau eru yndisleg. Þannig að þetta er svona nokkur svona yfirlitssýning það líka fyrir þér, eða einhver með Kristínu. En sko, þú sagðir áðan 3 ár til viðbótar við 6, það hljóta að vera, það lítur að vera list í hverju horni. Já, það er alveg, við erum að nýta rýmin mjög vel, sko. Það er sem sagt bæði í safnkennslurýminu sem sérsýning og síðan í salnum þar fyrir framann. Og þetta eru kannski svona, sko, margar frekar minni sýningar. Stærsta sýningin okkar á verkum hans Kristins G. Jóhannssonar. Hún er alveg í 4 sölum. Og síðan eru flestar hinar sýningarnar í einum sal. En sem að bara skapar fjölbreytni og bara þá er hægt að skoða alls konar. Og svo er hægt að fara á listasýningu í Glerukirkju. List og kirkjan hefur lengi verið samofin. Heldur betur, alveg rétt. Þannig að það er hægt að huga mörgu helgina. Átt þú þér, hvers konar list, aðhyllist, þú veist, hvað er þitt uppáhaldslínur? Mín uppáhaldslist eru þetta hugmyndalist, svona konceptlist, sem að það er það sem mér finnst mest spennandi, en mér finnst í raun og öll list spennandi. Og ég passa mig mjög mikið á því að vera ekki að trana bara því fram sem að mér finnst skemmtilegt, af því ég geri mér alveg grein fyrir því að fólk hefur mjög mismunandi smekk. Og þess vegna er bara fjölbreytni svo mikilvæg, vegna þess að listasafnið á að vera fyrir alla. Bæði börn og fullorðna og eldra fólk og alla þjóðfélagshópa og auðvitað gesti okkar og heimafólk. Þannig að það er mikilvægt að blanda þessu öllu saman. Og við erum með smá tónlist líka því að Arctic Opera tekur nokkur lög á opnunni hjá okkur. Og svo er hægt að smakka einhvern frábæran sænskan ost líka. Það tilheyrir. Solander? Já, akkurat. Sænska sendiráðið kemur með ost með sér. Hann trúið sér búður. Þetta er skynsamlegt. Það er ekki víst að Hlynur Hals sé þverskurður þjóðurinnar þegar kemur að smekka á list. Nei, ég held ekki. Það er bara manni. Það er bara akkurat þannig. Jæja, krakkar. Það er nóg um að vera helgina, þannig að ég vona bara að það flikkist til ykkar fólk og gleðist yfir þessu öllu sem er í boði. Já, vonandi. Takk fyrir það. Þakka þér fyrir og hjartans þakki fyrir komuna. Yes, sir. Takk. Og áfram stefnum við fram veginn. Sjáumst þetta smá.